Nýbakað góðgæti. Netto. Komið þið sæl og velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Að þessu sinni verðum við á menningar- og mannlífsnótum. Við hefjum þáttinn hér í bryggjuhúsi Duushúsa, en húsið opnaði á dögunum eftir gagngerðar endurbætur. Já, hann hét Hans Petter Duus, sá sem að reisti húsið, og það var 1877 sem að það var gert. Fyrst hans þá sem pakkhús eða vöruhús fyrir Duusverslun og til þess að geyma hérna fiskinn og síðan það sem var að flytja inn til landsins. Það þurfti töluvert mikið og húsið er gert til þess að þjóna þessu hlutverki, þannig að það er byggt alveg niður í fjörukambinn og fyrir út af húsinu er Duusbryggjan, þar sem að menn lögðu af bátarnir, og síðan var þetta að keyra vörunum hingað inn og keyra það út líka. Þannig að það var mikil verslun hérna á svæðinu á þessum tíma? Já, það var alltaf mikil verslun hér og alveg frá elstu tíð. Það var mikil verslun í Keflavík og Duusverslun var þeirra staðist á þessum tíma upp á miðri 19. öld. Og það voru þrjár svona meginverslanir. Það var talað um sem sagt Duusverslun og Miðverslunina, sem er það sem Fischershús er, og síðan Norðfjörðsverslun sem er aðeins utar. Og þessar verslanir voru meira og minna 19. öldina og síðan voru alltaf svolítið sviptingar í eignarhaldi eins og er núna bara. En það var allavega eftir tölverð að slægjast hér út af fiskinum. Já, og Duus fjölskyldan er hérna nokkurt skeið. Hvaða tilgangi þjónar húsið kannski, já, á þessu tímabili frá að þeir reka hérna verslun og svo fram eftir 19. öld, væntanlega kannski ýmis tilgangur? Já, þetta var sko fyrst og fremst hugsað sem, eins og maður segir, vöruhús eða pakkhús til að geyma hluti í, eins og gæti verið veiðarfæri, en það var þó aðalega fiskurinn, saltfiskurinn, sem var nú það sem allur gróðinn var af, sko. Og einhvern veginn, hann er sem sagt við fiskurinn aðalega vetur á vetrarvertíð og verkaður í salt, og síðan þurfti að geyma hann þar til að hægt var að senda hann til útlanda. Þannig að það þurfti eitthvað húsnæði utan um þetta. Það er ekki hægt að geyma þetta mikið úti út af rigningaveðri og annað slíkt. Þannig að þetta var hugsað sem hús til að geyma varninginn sem var verið að selja. Þetta er hansi mikið lagt í eina byggingu sem að þjónaði, já, upphaflega bara þeim tilgangi að vera vöruhús. Þetta er væntanlega flottasta húsið í bænum á þessu tíma. Já, það er allavega reisulegast, maður sér það mjög mikið á myndum og það sýnir bara hversu mikilvæg þessi verslun var og þeir leggja náttúrulega mest áherslu á að passa upp á þessa hluti. Bryggjuhúsið var byggt árið 1877 af danska kaupmanninum Hans Petter Duus. Húsið var stærsta bygging landsins á sínum tíma fyrir utan Alþingishúsið, alls 750 fermetrar og 3 hæðum. Þegar Duus-fjölskyldan seldi allar eigur sínar í Keflavík árið 1920, þá var húsið notað áfram sem pakkhús fyrir fiskafurðir og veiðarfæri. Húsið kom svo í eigu bæjarins rétt fyrir aldamótin síðustu og mun þjóna menningarlegum tilgangi framvegis. En hver urðu eiginlega afdrif Duus-fjölskyldunar? Hún rak hérna mikla útgerð, þilskipa, var komin til Reykjavíkur með töluverð umsvif þar. Þetta var í kringum aldamótin 1900 og sjáum þetta skilti hérna, Ásta og Málfríður. Þetta eru sem sagt skip Duusverslunar sem þau voru með hérna til flutninga og annað. En það var sem sagt hápunkturinn. Svo fer smá saman að halla undan fæti og 1920 það var búið að selja allar eigur Duusverslunar og það eru íslenskir athafnamenn sem að kaupa. Og þá hættir þetta að vera verslunarhús, þá var þetta fyrst og fremst orðið hluti af þjónustuhúsi fyrir fiskvisluna. Og þetta hús var áfram notað fyrir saltfisk og svo er efri húsin, það voru beitningaskúrar og síðan ýmislegt, en þá fyrst og fremst fiskverkunarhús. Þannig það er svona íslenskir menn taka yfir og það kemur svona svolítið annar kafli í þessa sögu. Já. Og frá þeim tíma kannski og að okkar tíma núna, þá stóð þetta autt eitthvað skeið eða? Já, það var svona rís og hníg eins og gengur, stundum var meiri not fyrir húsið og stundum minni, en bærinn kaupir þetta rétt fyrir sameiningu og
eftir það hefur verið sem sagt viðgerðarplan hérna í gangi, alveg frá 94 og það tekur sinn tíma og við byrjuðum nú á efri húsunum og svo fikruðum okkur hérna niður smátt og smátt þar til við komum hingað í sem sagt, og þetta er síðasta húsi í þessari lengi. Hvenær hófst svo framkvæmdir hér við að gera þetta allt að maður byggjum? Það hefur verið með svolítið hléum. Við höfum svolítið fengið kannski styrki til að fara í eitt og eitt verk. Þetta er kannski nokkur ára aftur í tíman. Þannig að það er svona, má segja kannski síðastliðin 4 ár, þá hefur verið smá saman verið að vinna í þessu húsi hér. En við lögðum áherslu á að klára efri húsin, klára eitt í einu þannig að það var hægt að taka í notkun hvern sýningarsal. Þeir sem hafa séð og við erum með fínar myndir af útlitin á húsinu hérna innviðið og er þetta orginal, ef maður getur sagt svo? Hvernig er þessi viður sem er hérna í húsinu? Já, í sem sagt gólfi og lofti og veggjum er svona meiri hluti til orginal viðum sem og það má alveg sjá það má sjá sko hérna það sem að sést fangamark HPDU sem sagt og það sést á viðnum að hann er pantaður og þetta er síðan bara sett saman hér eftir svona þetta ákveður svona katalóg nánast og stór hluti af því sem er hérna efri hæðunum er bara orginal. Það er aftur neðri hæðuna, þær voru miklu verr farnar og það þurfti að koma svolítið nýrri viður þar. Þannig þetta er þessi gamli viður hér og þegar við vorum að setja upp sýninguna hérna þá leggjum við svolítið áherslu á að húsið sjálft fá að njóta sín líka. Þessi gamli viður og þessi slitnu borð, gólfborð. Þannig að hugmyndin var svo að fólk tengdist svolítið gamla tímanum líka í gegnum húsið. Hvaða tilgangi mun þetta þjóna okkur núna framvegis? Þessi hæð verður sem sagt fyrir byggðasafnið til að hafa svona svokallaða grunnsýningu. Þá erum við að byggja upp svona þannig við höfum svolítið yfirlit yfir söguna. Við byrjum í rauninni aftur í landnámi og fikrum okkur fram svona undir 1960. Okkur finnst ágætt að stoppa þar, eigum þá nýjasta tíman eftir. Þannig fólk getur svolítið gengið að sögunni hér og þessi sýning verður svona meira og minna hér uppi. Við séum ekki að breyta neitt rosalega mikið þegar það geta kannski fæst til einhverju hlutir og svona. En hér verður svona saga bæjarins sett upp. Já, við erum semst að byggja þessa sýningu þannig upp að fyrsta hugmyndin sem við höfðum þegar við vorum að setja upp þessa sýningu var að hér væri kannski svona tímabil og svoleiðis. En eftir því sem við unnum þetta meira þá fannst okkur að sýningin myndi henta betur og myndi flæða svolítið á milli. Þannig við værum ekki kannski bara með einn tíma og svo annan, heldur værum við að hugsa þetta sem svolítið flæði á milli tíma og flæði frá náttúru til menningar og hér erum við semst í menningarhlutunum og síðan förum við hérna yfir í náttúruna og við erum svolítið upptekin af því að hugsa sko hvað þú notar til þess að byggja húsiðin. Við sjáum til dæmis hérna svona steinhleðslur. Þetta var notað í hús. Fólk notaði hornina af skepnunum og litla eitthvað timbur til fyrir áhöldin sín. Þið farið í rauninni alveg aftur, bara frá upphafi byggðar hérna á sæðinu. Og hvernig náttúran mótar í rauninni söguna og sagan eða menningin móta náttúruna og hvað það sem hér er gefið kost því að eins og ég sagði það byggðist allt upp á fiskveiðum og það er út af því að það er svo rík fiskimið á Faxaflóa sem að þessi byggð verður og heldur og byggst upp áfram og við erum reyningtun að tengja þetta svolítið meira saman. Þetta er engin tilviljun að fólk er hérna. Það er engin tilviljun að hér verða þéttbýliskjarnar. Þetta hefur allt með eitthvað að gera sem að náttúran býður og það er í þessu tilfelli er náttúrulega hafið. Þetta vinduhjól, þetta var nú aðal tilgangurinn með því hvernig húsið er byggt til þess að auðvelda flutningina á varninginum inn í húsið og út úr húsinu. Þetta er vinduhjól til þess að hífa upp og það gengur allarleið niður á fyrstu hæð og þar voru svona teinar í gólfinu og síðan gekk bryggja hérna út úr húsinu og það var hægt að rúlla þessu hérna inn og hífa þetta síðan upp á miðhæðina og síðan jafnvel upp á þessa hæð. Já, í miðju húsinu er
opið báða enda þarna og þar komum vörunar inn og beint svo upp. Já, aðalega á miðhæðin sem við að vera að setja upp. Þannig að það er alveg ótrúlega heppni að eiga þetta hjól ennþá, venjulega er búið að henda þessu. Að þetta er svolítið fyrirferðarmikið, en þetta hefur ekki verið nógu mikið fyrir þeim, þannig að við eigum þessa orginal vinduhjól. Þetta er, sko, nú eru velmeðin komin í bæinn svolítið og fólk var að kaupa sér húsgögn. Þetta eru íslensk húsgögn sem voru framleidd hérna á Íslandi og þetta er radio og grammófón, þessi hérna. Komið sími kannski, svolítið gamall reyndar og náttúrulega komið rafmagn í húsin. Þetta er gríðarlega framfaraskref sem eru tekin hérna á mjög stuttum tíma og það sést náttúrulega í því að fólk gat svona veitt sér miklu meira og við berum sem sagt stofuna þessa með við það sem fólk upplifði í torfbæinu sem flestir voru að koma úr sem að byggðu húsin sína á miðju síðustu öld. Og þá er fólk að fara úr kannski litlum timburhúsum eða jafnvel beint úr torfbæjunum. Þannig að þetta var mikill, og maður sér alveg hvað er svona vel lagt í allt. Útskorinn borðin, þetta er fjöldaframvindir hluti samt, eða þannig að þetta er búið til í einhverju magni. Og svo að vera að sauma út og skvera út hillur og þetta er fólk jafnvel gert sjálft bara. Og það er líka kannski gaman að sjá þessa gripi hér. Já, borðmunni. Þetta er sem sagt, var gert sérstaklega í tilefni af Alþingishátíðinni 1930 þegar við héldum upp á 1000 ára afmæli Alþingis. Þetta er verðmætt, það er nú til svolítið af þessu, það var framleitt, þetta voru svona minjagripir í tengslu við Alþingishátíðina. En þetta er mikið dýrgripir, sérstaklega því þetta er svo brothætt, þetta er svo þunnt. Og það var hann sem sagt Ólafur Sólimann Lárusson, útgerðarmaður, sem fór á Alþingishátíðina, útgerðarmaður hérna í Keflavík, og keypti þetta handa konunni sinni, Guðrúnu Hannesdóttur. Og einungis verið opið í nokkra daga. Já. Hvernig hafa svona viðtökurnar verið? Þær hafa verið mjög góðar, fólk hefur verið mjög ánægt við þessa sýningu, fundist hún fallega uppsett og fróðleg. Já. Þetta er svona margir fletir í henni og ég held líka að fólk hafi svo ánægt að sjá húsið komið í notkun. Þetta er búið að vera svo lengi svona lokað hús. Það var gluggarnir voru bara með svartmálaðir og svona, en nú er þetta allt komið og líf í húsið. Ég held að fólk hafi verið mjög ánægt að sjá það allt saman. Já. Er þetta eitthvað sem að bæjarbúar geta verið stoltir af? Ég held það og vona það. Og það er okkar svona markmið að fólk svona finni að það eigi þetta hús og þessa gömlu sögu. Þó hún tengist dönskum kaupmönnum, þá held ég að við þurfum ekkert að skammast okkur fyrir það og þetta sé bara, sýni bara að hér var mikil vinna. Það var unnin hérna fiskur og menn komi hingað, flykktust hingað á vertíð hverju ári í margar aldir til að vinna fisk.